Já, mig langar að segja það fyrst að mansal innan verkalýðshreyfingarinnar held ég hafi verið tiltölulega óþekkt hugtak fyrir svona 3 árum síðan. Þetta eins og margt annað að koma svolítið rækilega á dagskrá og þetta kannski líka angi af stærra mengi sem við erum að fjalla núna. Það einelti og ofbeldi á vinnustöðum og kynferðisleg áreitni og svona þetta öryggi og ofbeldi á vinnumarkaðinum og í vinnutengdu samhengi. Og það bara mál sem svona allt í einu komið upp á yfirborðið og við erum að vinna töluvert með. Og ég til dæmis tek undir með þeir sem hafa talað áður að ef mansalshugtakið hefði verið þekkt þegar Kárahnjúkar voru byggðir, að þá ég nú ansi viss að það hefði farið að klingja miklu fleiri og sterkari viðvörunarbjöllum þar heldur en þó gerðu. Ég ætla aðeins að fara út í heim og svo ætla ég enda á Selfossi. Nauðungarvinna og mansal, þetta eru svona tölur sem ég reyndi að fá í alþjóðlegu samhengi. Það sem áhugavert við þetta skiptingin á milli kvenna og karla annars vegar og það sem ég kalla nauðungarþrælkun og nauðgunarþrælkun. Ég tala ekki kynlífsþjónustu, mér finnst það ekki viðeigandi í þessu samhengi. En nauðungarþrælkun, þar að segja vinnumansal, áætlað 16,5 milljónir og 4,5 milljónir í nauðgunarþrælkun. Og það má segja að það eru fleiri þrælar í heiminum í dag heldur þegar þrælasala var sem mest á 18. öld þegar hún var lögleg. Það áætlað að þá hafi verið 12 milljónir þræla í heiminum en nú erum við að tala 21 milljón. Og þetta svolítið ólíkt, þetta stórt mengi. Það tala að 19 milljónir þrælar eru fórnarlömb einstaklinga eða fyrirtækja en síðan eru 2 milljónir sem eru fórnarlömb ríkisvalds eða uppreisnar hópa. Og þá getum við náttúrulega séð til dæmis í Eritreju eða víðar þar sem fólk dregið nauðugt í herinn og látið vera þar launalaust í mörg ár og síðan þessar uppreisnarhópar sem við þekkjum uppgang. Það áætlað að þetta séu 20.000 milljarðar íslenskra króna sem þessi iðnaður veltir og það skilgreint að þetta einkum á sviði heimilisstarfa, landbúnaði, framleiðslu og í skemmtanaiðnaðinum og enn og aftur setja það þar í gæsalappir. Og það náttúrulega búið að skilgreina ákveðna áhættu hópa, það náttúrulega fólk sem flóttafólk til dæmis, þannig að við erum komið miklu stærri áhættu hópa núna, miklu nær okkur heldur en hefur verið áður. Og það átti svo sem ILO var með mjög metnaðarfullt áform að útrýma þrælahaldi fyrir 2015. Það var svona álíka metnaðarfullt og fíkniefnalaust Ísland árið 2000, ég veit ekki hvort einhver mann eftir því. En þetta hefur hins vegar orðið til þess að þetta hefur nær tvöfaldast á 10 árum. Þetta séð skiptingin, nauðungarvinna, kynlífsiðnaðurinn eða nauðgunariðnaðurinn og nauðungarvinna á vegum ríkis. 26% eru undir 18 ára og það sem ber líka að hafa í huga að innan við helmingu fórnarlamba hafa verið færð á milli staða, á milli landa eða eitthvað slíkt. Þannig að stærsti hlutin af mansalsfórnarlömbum eru ekki flutt á milli staða heldur eru þrælar á sínum heimaslóðum. Það kom út mjög mikilvæg skýrsla í september 2014 þar sem var skoðuð mansal á Íslandi og viðbrögð við mansali á Íslandi og þar til dæmis veitti okkur svona fullviss það að við værum svolítið á réttri leið og það sem við varum að gera með fræðsluátakinu og það væri mikilvægt og þar einmitt stéttarfélög eru skilgreind sem sérstaklega mikilvægur hlekkur í baráttunni gegn mansali og ég held að þau séu jafnvel mikilvægur hlekkur hérna á Íslandi heldur en annars staðar því við erum með samningum að allir eigi að vera stéttarfélögum hérna á Íslandi, það í okkar kjarasamningum, aukast erum við með lög í landinu það að það má ekki greiða undir kjarasamningslaunum. Þannig að leið og komi kjarasamningur á ákveðnu sviði, þá það bara ólöglegt að greiða undir því og þetta frekar einstakt í heiminum. Við erum með mjög sterka og góða vinnulöggjöf og þar af leiðandi getum við beitt okkur miklu betur sem stéttarfélög heldur en löndum þar sem aðildar stéttarfélögum 10–20% til dæmis. Þannig að við erum með betri yfirsýn yfir markaðinn.
þetta bara svona það sem verkalýðshreyfingin að fjalla dagsdaglega. Við náttúrulega gerum lítið annað heldur en reikna út laun og senda kröfubréf og það náttúrulega kannski fer ekkert sérstaklega hátt. En það náttúrulega ýmislegt sem við erum að sjá aukast. Það sjálfboðaliðun á vinnumarkaði sem ólögleg af því að það ólöglegt að greiða undir lágmarkslaunum ef þetta efnahagsleg starfsemi. Það svört starfsemi og síðan þessi mansalsfaktor. Fræðslan mjög mikilvæg, aðeins að renna yfir þetta því ég að renna út á tíma sig. Við erum með það sem kannski okkar helsta tæki hjá verkalýðshreyfingunni, það vinnustaðaeftirlit og það beinlínis lög um vinnustaðaeftirlit að eftirlitsfulltrúar skilgreindir geta vaðið inn á hvaða vinnustaði sem og heimtað ákveðin gögn og skoðað aðbúnað starfsfólks sem að vinna þar. Þetta okkar tæki til þess að athuga hvort það sé farið eftir kjarasamningsbundnum lögum og hvort að það sé allt í samræmi við lög og reglugerðir og samninga. Við erum með sérstaka eftirlitsfulltrúa hjá stéttarfélögum, mjög misvirt eftir landsvæðum reyndar en mjög víða þetta mjög stór hluti af starfsemi verkalýðsfélaga og akkúrat núna erum við að víkka út og styrkja þetta sérstaklega í byggingariðnaðinum og ferðaþjónustunni þar sem sannarlega tilefni til af því að þetta eru þessir iðnaðir sem eru hvað mest ört stækkandi og við sjáum merki þess að þar sé pottur brotinn þar. Það sett samstarf við samtök atvinnulífsins, lögreglu, skattyfirvöld og Vinnumálastofnun í þessum málaflokki. Ég ætla aðeins að fara inn í eitt dæmi. Það kom upp dæmi á Selfossi árið 2014, þetta dæmi hefur ratað í fjölmiðla, þannig að mörg ykkar hafa kannski lesið þetta, en það voru 2 konur ráðnar erlendis frá í ferðaþjónustu á félagssvæði Bárunnar. Félagssvæði Bárunnar á Selfossi og í nágrenni og þeim var bara lofað góðum launum og þeim var lofað húsnæði og fæði án endurgjalds og þetta leit allt saman afskaplega vel út. Í hefðbundnu vinnustaðaeftirliti í september 2014 þá kemur í ljós að þessar 2 konur hafa ekki fengið nein laun greidd frá því að þær komu í júlí. Þær bjuggu í húsnæðinu þar sem gistiheimilið var rekið. Þær voru á vakt alla sólarhringinn, þær áttu að taka við pöntunum á herbergjum á nóttunni ef það var hringt þá og taka á móti gestum og vera til staðar. Og atvinnurekandinn sem ég finnst nú bara fallegt orð yfir mann sem stundar mansal, kannski nær að segja glæpamaðurinn, að hann sagði við þær að þýðir ekkert að vera í stéttarfélagi, ég er með stéttarfélagi í vasanum og þær koma frá umhverfi þar sem þær trúðu því, þar sem þetta þannig. Og hann sagði líka að borga sig ekki að skrá ykkur inn í landið því þá það bara borga skatta og vesen og þá fáið þeir minna í ykkar vasa. Þær eru náttúrulega í þessari stöðu sem mjög margir eru í, hvort sem það vera fyrir kjarasamningsbrotum eða beinlínis öðrum lögbrotum, að það alltaf þessi von að ef ég held áfram að þá fæ ég allavega eitthvað. Þannig að hjá verkalýðsfélögunum þá sjáum við yfirleitt holskeflu á svona málum í september, október, þegar skólakrakkarnir eru búin að vinna allt sumarið, vita að það verið að brjóta þeim, en vonast til þess að fá þó eitthvað og koma ekki fyrr en ráðningarsambandi hafi verið slitið og þá náttúrulega sent innheimtubréf og allt það. Verkalýðsfélagið sótti vangoldin laun fyrir þessar 2 konur og það var sirka 1 milljón sem hvor þeirra sig fékk. Og verkalýðsfélagið kærði líka til lögreglu. Málið enn fast þar eins og kom fram því miður ekki nógu margar Öldur og Vilhjálmur og Snorrar í lögreglunni sem þekkja þessi mál og vita hvernig á að leiða þau til lykta. Þannig að það náttúrulega eitt verkefni að öll batterí lögregla félagsþjónusta allstaðar á landinu sé meðvituð þetta og það sé ekki handahófskennt hjá hvaða mannesku vel upplýstri þú lendir í hvaða kerfi fyrir sig. Það sem ég ætla að segja líka frá að verkalýðsfélagið fór langt umfram það sem það þurfti að gera. Það voru 2 menn þarna hjá verkalýðsfélaginu sem eiga þakkir skyldar fyrir þetta. Því að þeir gáfu þeim upp sín persónuleg gemsanúmer, þeir voru á vakt alla sólarhringinn af því að þessar konur voru viku lengur á þessu hóteli eftir að þetta uppgötvaðist til þess að afla gagna í rauninni. Það til þess að gera þetta algjörlega hárrétt þannig að það var ekki við þær að sakast á neinn hátt
og líka vildu þær hafa möguleika til að afla gagna til að styrkja stöðu sína þegar ljóst var að þetta var ekki í lagi og það yrði gripið til aðgerða. Og þá voru þessi menn bara með gemsan við rúmstokkinn tilbúnir til að hlaupa til hvenær sem var, til að tryggja öryggi þeirra. Verkalýðsfélagið útvegaði líka nýja vinnu og húsnæði og fór með þær og ferjaði þær þangað. Og þar fór vel þær þangað til þær fóru erlendis aftur. Niðurstaða þessu og lærdómurinn að fræðsla fyrir fólk í framlínunni skiptir öllu máli. Það að okkar eftirlitsfulltrúar á vinnustæði séu meðvitaðir þetta og ég held ég geti fullyrt það að ef við hefðum ekki verið byrjuð með þessa fræðslu og byrjuð reyndar á Selfossi að þá hefði þetta mál mansal hefði aldrei komið upp í tengslu við þetta mál. Heldur hefði þetta jafnvel verið litið á sem, hefðbundið kjarasamningsbrot. En þarna var að ræða misnotkun á bágri stöðu, lítilli tungumálakunnáttu og aðstæðum þessara kvenna. Þetta tikkaði ansi mörg box til að vera talið mansal. Ferlar annars staðar en hjá verkalýðsfélögunum, við þurfum að sjálfsögðu að taka okkur á hjá stéttarfélögunum, en ferlar annars staðar verða líka að vera í lagi til þess að fólk geti gefið fórnarlömbum mansals einhverja von að það sé til einhvers að halda áfram með málið. Öryggi skjólstæðinga, mikilvæg eftirlits og síðan hvaða batteri á að gera og það nú kannski það sem við erum svolítið að vinna með í þessu stýrihópi í innanríkisráðuneytinu, hvað hver á að gera. Það náttúrulega ekki hægt að ætlast til þess að starfsfólk verkalýðsfélaga sé með gemsan við rúmstokkinn þegar kemur upp mansalsmál hvenær sem er. Takk fyrir. Ég langar aðeins til að misnota mér aðstöðu mína af því að ASÍ og Samtök atvinnulífsins voru að gefa út þessa bæklinga sem ég er með fyrir framan vinnu á Íslandi. Og þetta er sennilega besta efni sem hefur verið gefið út fyrir útlendingar sem koma til Íslands. Það er bara réttindi og skyldur á Íslandi á ensku og pólsku. Stóri bæklingurinn, útdráttur í litla bæklingnum. Þannig að ef einhver er að hitta útlendinga í sinni vinnu, endilega takið sletta bæklingum og þau geti fengið meira niður á ASÍ.